Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Komið þið sæl, við heilsum ykkur hérna að austan. Að þessu sinni þá ætlum við að halda okkur á héraði, en hér er nóg að vera. Við ætlum meðal annars að kíkja í pottana hjá Ingu Rós Unnarsdóttur á Egilsstöðum, en hún litar garnið sitt í eldhúsinu heima. En það er svona það sem skemmtilegast að prjóna úr svona garni, þannig að þá fór mér bara svolítið að langa að prófa að gera þetta sjálf. Við ætlum að fræðast hreindýrin á Austurlandi í Minjasafninu. Allir Austfirðingar ættu að þekkja til þessara dýra og ferðamennirnir, þetta er líka forvitnilegt fyrir þá. Og við ætlum svo að enda þáttinn á góðgerðarkvöldi Krabbameinsfélags Austurlands í Valaskjálf. Félagsgjöldin standa engan veginn undir þessum kostnaði, svoleiðis að þetta er ráði fyrir okkur til þess að ná endur saman. En við byrjum hér í Austra brugghúsi, en hér er verið að framleiða austfirskan bjór og við ætlum að sjá hvernig það er gert. Núna er ég að mæla vatnið því að það þarf að vera við réttan hita þegar við merkjum. Því að við ákveðin hitastigi þá virkjar það ákveðin ensím í bygginu sem að brjóta niður sykrurnar svo við fáum þær í vatnið. Núna er vatnið aðeins svo heitt. Sko ferlið í að búa til bjór er mjög langt og það byrjar bara í moldinni þar sem að humlarnir og byggið vex. Svo er byggið unnið upp, þannig að það er maltað. Þegar við fáum að hinga þá er flest byggið maltað sko. Þá getum við sett það í meskingu sem er ferlið þar sem við setjum það í vatn sem er ákveðið heitt og virkjum ákveðin ensím sem að brjóta niður styrkjur og sykrur úr korninu. Svo leyfi ég þess að vera hérna fyrst í klukkutíma að svona hringsnúast. Svo annan klukkutíma þar sem við látum þetta vatni renna í gegnum þetta. Og þegar við erum búinir að því að meskja, þá sjóðum við það og setjum humla út í. Bæði af því að þeir eru drepa bakteríur og af því að gefa gott bragð, eða finnst flestum. Svo þegar við erum búin að sjóða, þá fer ger út í þetta og þetta fer í gerjun. Eitthvað x langan tíma, það er mismunandi. Er það mismunandi eftir hvernig bjór er verið að gera? Já, stundum er hann þroskaður lengur og lager til dæmis er gerjað við lægra hitastig og þarf lengri tíma. En svona þetta er það sem við erum að gera flest svona 14 daga. Og svo er þetta bara sett á kúta og á barinn. Já. Þannig að í grófum dráttum þá er þetta svona. Við erum að byrja núna með 3 tegundir. Við erum svona prófa svona enska bjóra, við erum með írskt rauðöl og enskan bitter, ESB heitir það. Svo erum við með eitt svona fyrir sumarið sem heitir hvítserkur og er svona ljósöl. Við skýrum þetta eftir tindum hérna í nágrenninu. Það eru komnir slöttur, það er ESB-in og svo er það bakall sem er rauðölið og svo er hvítserkur, fölölið. 2 af stofnendum Austra brugghús voru mættir á svæðið til að fylgjast með framleiðslunni og þeir tylltu sér niður með okkur og sögðu okkur frá hvernig hugmyndin varð að veruleika. Og kviknaði á bjórkynningu sem við sóttum fyrir rúmum 2 árum síðan. Það vaknaði mikill áhugi manna að fá ölgerð á svæði. Geta boðið upp á austfirskan bjór og hafa þetta hérna í grendinu og auka upp á fjölbreytnina í matamenningu á svæðinu. Í dag eru hluthafar í fyrirtækinu 39 talsins, en hvernig byrjaði þetta? Við byrjuðum 5 saman og tóldum okkur ná betri árangur með að vika og stækka hópinn. Fá sem flesta til þess að hafa skoðun á þessu og þá fleiri aðilega til þess að auglýsa þetta upp og hafa gaman. Við sjáum alltaf tækifæri því að vera með svona breiðan hluthafahóp að þá verður alltaf samfélagsmiðlar miklu virkari í upplýsingadreifingu. Komum upplýsingum miklu hraðari dreifingu því þetta er náttúrulega, þetta breiðir svo úr sér fyrir hvern einn að það verður margfalt sem það fer frá. Já, geta skapast líflegar umræður hvernig mönnum finnst.
Friðrik ber ábyrgð á brugginn hjá Austra og bera eigendurnir honum vel söguna. Nú ert þú ekki bara einhver strákur sem kemur inn og langar að brugga, þú ert búinn að læra þetta eitthvað? Já, eftir að ég byrjaði hérna, þá var ég sendur í nám í Bretlandi og fór í vikuskóla þar sem við fórum yfir gríðarlegt magn af efni og síðan út frá því tek ég próf og fæ þá svona alþjóðlega almenna gráðu í bruggun. En hvernig er venjulegur dagur í brugghúsi? Já, það fer bara eftir því hvað ég er að gera en ef ég er til dæmis að brugga þá mæti ég bara hingað morguninn og er þá vanlega búinn að þrífa daginn áður, það tekur sinn tíma að sótthreinsa allt og þá bara byrja ég að brugga og hita vatnið og síðan tekur þetta svona 6 tíma. Já. En svo þess á milli er maður að eins og ég segi, þrífa og setja á kúta og svo þarf maður að vera panta hluti í samskiptum við birgjana og svona og líka bara lesa sér til hvað maður er að gera. Og þrifin skipta alveg ofboðslega miklu máli? Já, það er alltaf hætta á því að bara ef ein baktería slysast inn í bjórinn þá getur gerið sýkst og allur bjórinn undir. Þannig að það þarf að bara sterilisera allt. Og þú þarfst að gera það áður og hefur ferlið og strax þú ert búinn þegar ferlið endar? Já, bara meðan ferlið er í gangi þá þarf allt sem snertir bjórinn þarf að vera sterilt og svo þegar það er búið þá bara loka ég hann inni og þá náttúrulega á ekkert að snerta hann Er nóg að vera einn í þessu? Eins og er þá hefur það dögað en þegar þetta fyrir fullt þá veit maður aldrei en það er vonandi. Brugghúsið er í glæsilegu húsnæði við Fagradalsbraut á Egilsstöðum og stefnan er tekin á að nýta húsnæði til fullnustu. Jó, það var meiningin að fá einhvern áhuga saman til þess að vera með einhvern rekstur sem hefur hagað af bjórnum, af framleiðslunni hinum megin. Þannig að þeir aðilar sem eru hér frammi njóti þess að hafa bruggið og bruggið njóti þess að hafa rekstaraðilann hér fyrir framan. En fyrir hverja er bjórinn hugsaður? Fyrst og fremst erum við að horfa á Austurland eins og staðan er í dag. Austfirskir veitingastaðir geti boðið upp á staðbruggað öl. Það er svona einn af útgangspunktur sem við byrjuðum með. Öll vinnslulínan innandyra er ný og kom hingað til lands með gámum í október í fyrra. Hver er framleiðslugetan eins og staðan er núna hjá okkur? Ég veit nú ekki hvort ég er að ljúga ykkur að en ég myndi halda að ég gæti framleitt 2000 lítra á mánuði úr þessu. Já. Kannski aðeins yfir það. Og hvað eru það margar lagnir? Það væri þá cirka 12 lagnir. Ég get verið með 6 mismunandi tegundir í gangi í einu. Já. Ég er með 6 tanka. Ég er í 2 tönkum núna. Sama tegund? Nei, mismunandi tegund. Svo var ég að tæma einn á þessa kúta í gær. Og hvað er hérna í núna? Þetta er fölulið. Hvítserkurinn. Þetta býður bara eftir að komast í búðir og já. Á dælu og í magan á okkurum heppnum Austfirðingi. Já, já. Herra, ég fæ þá eitt svona fyrir viðtali. Jep. Takk fyrir þetta. Þá fara 100 millilítrar af lit í 100 g af garni. Nei, það er ekki slátur í þessum potti. Heldur ætlum við að lita garn í dag heima í eldhúsi og við ætlum að leyfa ykkur fylgjast með. Inga Rós Unnarsdóttir á Egilsstöðum litar garnið sitt í eldhúsinu heima. Hún segir það lengi hafi verið fjarlægan draum sem hún lét svo verða því að prófa fyrir tæpum 2 árum og þá var ekki aftur snúið. Ég prjóna náttúrulega mikið sjálf og mér finnst mjög gaman að prjóna úr einmitt svona litasprengtu og svona svolítið lifandi garnið, ekki bara einn litur í raun og veru. Ég prjóna sjöl og sokka og náttúrulega allt annað en það er svona það sem skemmtilegast er að prjóna úr svona garni. Þannig að þá fór mér bara svolítið að langa að prófa að gera þetta sjálf. Ekki nómið að Inga Rós geti nú búið til nákvæmlega þann lit sem hann langar til að prjóna úr. Nýji heimilisiðnaðurinn hefur einnig jákvæð áhrif á pingjuna en garnið kaupir hún frá Bretlandi og litina frá Bandaríkjunum. Með því að gera þetta svona sjálf og kaupa inn bara hvítt sem ég lita sjálf og þá er þetta ódýrara fyrir mig sem að ég reynir svo að koma áfram þannig að það er ódýrari þegar það sem ég er að selja heldur en svo færði út í búð. Þó þetta sé náttúrulega svolítið svona mall og að vinna við að gera þetta að þá er þetta bara svo skemmtilegt að það er alveg þess virði En hvernig fer hún að því að breyta hvítu garni í alla regnbogans liti?
Við erum hérna með bara hespu sem við skellum hérna út í pottinn. Hvað er í pottinum? Í pottinum er litur tilbúinn sem við vorum búin að fixa hérna áðan og vatn og sýru, sítrónusýru sem við notum til þess að festa litin í garnið. Og þessi verður svona fallega rauðvínsrauður. Já, ég var að spáði hvort það væri hreinlega bara rauðvín í pottinum. Nei, ekki alveg rauðvín, en hann heitir það, hann heitir Cabernet, þessi litur, þannig að við bara vonum að það koma út, fallega út, rauðvínsrauð. Og þetta svona litu við, svona heila liti. Svo erum við með hérna við hliðina á okkur aðra gerð, þar sem eru 3 litir í einni hespu. Og þetta það sem ég að dunda við, svona í eldhúsinu. Og hvað þarf þetta að vera lengi hér ofinni þangað til þetta tilbúið? Sko, við þurfum þetta svona 20 mínútur, 30 mínútur, eitthvað sem að liturinn tekur í að festa garnið. Þegar vatnið er orðið tært aftur, þá er hún tilbúin. Drekkur sem sagt garnið í sig allan litin? Já. Og festir hann alveg, þannig hann skólast ekkert úr aftur en slíkt, sko. Já. Ingu Rós þykir skemmtilegast að búa til sína eigin liti, bæði einlita og marglita. Þegar maður blandar, þá er mjög mikilvægt að maður passi upp á öryggið líka. Því að efnið og duftið er svo óbúslega fínt að maður má ekki anda því að sér. Þannig að maður setur upp svona rosalega grímu þegar maður að blanda litina. Manni líður svona svolítið eins og maður sé brjálaði vísindamaður þegar maður komin í allan græjur, sko. Litablöndunin, hún ekkert flókin? Jó, þetta pínustarfræði, en ekkert stórkostlegt, sko. En maður þarf náttúrulega bara að skrá niður nákvæmlega hversu mikið af grömmum eða prósentum af ákveðnu litu þú ert að nota í hverju blöndu. Og svo reynir maður eins að koma eins nálægt því maður mögulega getur í næstu. Hver og ein hespa náttúrulega, það er engin eins, sko. En hvaðan koma litahugmyndirnar? Það fyrir svolítið bara eftir hvar maður í innblásturinn, sko. Maður getur fengið eitthvað úr náttúrunni, hann margir sem lita eftir blómalitum, þannig að skoða einhverjar blómabækur og eitthvað svoleiðis, sko. Ég nota svolítið bara, þegar ég byrjaði að hugsa svolítið svona íslenska náttúru, en ég sýni ykkur þessa hérna til dæmis. Þessi heitir Eldfjall. Wow. Og maður sér að það er bara svona dökk grátt og svo skiptast á milli gult og appelsínugult og alveg verið rautt og bleikt og allir svona litir sem maður gæti mögulega að séð í eldgosi eða eldfjalli einhvers staðar, sko. Og þessi heitir Íshellir og hérna eru bara svona þessi turkís og svartur og hvítur sem blandast bara saman sem maður gæti kannski séð inn í Íshelli. Það er svona meiri vinna í því að hafa svona litaskipt, sko. En eins og hérna þá byrjar maður bara á því að lita svarta og geymir þá hérna verið bara þennan. Þetta er bara það sem er ofan í pottinum. Og svo setjum maður þennan hérna. En hér eru gulur og appelsínugulur og rauður sem fá þá bara að blandast og alveg vera alveg út í því að vera bara bleikur yfir í að blandast alveg saman, sko. Og ég nota sprautur, bara stórar 50 ml sprautur til þess að reyna að stjórna svolítið hvar liturinn lendir en það er alltaf aldrei hægt alveg. En þetta er rosa gaman. Já. Þetta er bara svona lítið sjal sem er prjónað úr akkurat svona hespu. Núna er ég að byrja að þróa nýja seríu til dæmis sem eru þessar hérna 2. Þeir eiga að vera tengdir við ásatrúna. Þetta er til dæmis Óðinn og þetta er hans kona, Frigg. Þannig að maður svona reynir að ímynda sér hvaða litir túlka þau best. Eins og Óðinn er svona kóngurinn og hann fær að vera svona kóngablár, sko. Og hans kona er með þennan kóngabláa í sér. Þú getur notað þessar hespur saman til dæmis í flík eða sel eða hvað sem það er, sko. Þær eiga þá eftir að tóna saman. Hér er mikið magn af garni. Hvað prjónaru úr þessu öllu sjálf? Nei, ég sel þetta á svona markasíðu sem heitir bara Etsy og er raun og veru síða fyrir fólk sem er að gera svona sjálft, sauma og handverk og það gengur bara ágætlega. Og hérna, það er rosa gaman að senda pakka til Ástralíu og Noregs og Singapore og eitthvað svoleiðis, sko, þannig að garnið manns er alveg út allan heim, sko. Það var náttúrulega rosalega gaman að geta komið þessu inn, talan ekki að maður kemur sér inn bara í verslun og Reykjavík eitthvað. Hún segist varla setjast niður án þess að grípa í handavinnu. Sauma svona tösku líka
Og hvert verkefni á bara sína tösku. Það eru mjög stóra náttúrulega eins og þessi til dæmis, þessi litla hérna. Þetta á brettum þetta bara svona niður og svo prjónar þau bara upp úr þessu. Og hefur bara garnið hérna alltaf í og verkefnið og svo þetta að grípa þetta með sér, ég alltaf með prjónana með mér. Það ekkert að hafa prjónana með, sko. Og þá grípur maður bara einu svona tösku og það getur bara prjónað hvar sem Ég starfa á skrifstofu hérna í bænum, svona innheimtu fyrirtæki sem heitir Motus og mjög góður vinnustaður en hann ekkert ofboðslega skapandi. Þetta svona mín útrás fyrir sköpunartilfinninguna að fá að sulla þessu og prjóna og svo þetta bara svo róandi að prjóna. Þetta svona minn tími. En eigum við að kíkja á það sem við erum með í potta? Já, endilega. Sko, þetta bara eitthvað sem ég var alveg nýtt núna að setja bara í hérna fyrir ykkur. Þetta ekkert hvernig þetta kemur út til með að líta út. Og ég í svona rosa stórum hönskum af því að ég gleymi því alltaf að ég náttúrulega að vinna með sjóðandi vatn og það náttúrulega brjálæðislega heitt og svo lyftir maður upp fyrir og þá rennur náttúrulega heitt vatn þannig að ég í svona rosa hönskum sko. Ég er svolítið eins og ég sé hérna að fara að sæða kýr eða eitthvað. Þannig að við skulum bara sjá hvernig þetta kemur út. Ertu komið nafn á þennan? Nei. Eigum að segja hann heiti N4 eða? Já. Eða að austan. Að austan. Þetta getur orðið rosa flottir, eitthvað, verkefni. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.